Já, góðan daginn og velkomin í hlaðvarp Ein Pæling. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og komin er til mér hann Árni Helgason. Árni, hvernig er að vera komin aftur bak við mækin? Það er bara vinalegt sko. Ekki? Man náttúrulega líður svo vel hérna, út með svo huggulegt stúdíó og þetta er svo homey hjá þér. Já, takk fyrir það. Man er hlýnar hjartarætunar. Hæðislegt, það er allavega, ég ánægður að ég sé búin að hita þið upp hérna. Sko, þið eru núna hættir í hisminu. Já. Hvernig færðu þína svona útrás? Þið verið það eins og þið nefndi gasa. Já. Þetta er náttúrulega leggst alltaf á hann Grétar minn sko, nú ringi ég bara í hann oftar og oftar sko. Það ekki? Hann sleppur ekkert á símanum sko. En nei, það er góð spurning sko. Það hann er kannski það sem svona hélt þessu nú gangandi, við vorum alltaf náðum alveg að klára eitthvað 9 tímabil sko, eða 9 season. Og við höfum einhvern veginn það var svona góð kemistri á milli okkar og okkur fannst gaman að spjalla og gátum spjalla svona kannski allt og ekkert einhvern veginn. Þannig að þetta er bara áskorun inn í haustið sko, hvað hvað maður gerir. Já, það er náttúrulega magna sko, eins og ég segi sko, ég næ þessu kemistri aldrei einhvern veginn með viðmælandum sko að taka einhverja hliðargötur og vera þar bara í 40 mínútur. En gera það samt ekki leiðilegt sko. Nei, það var svona eitthvað sem okkur fannst alltaf skemmtilegt við þetta. Þetta fór bara svolítið þangað sem að fór og við vorum þetta ekkert rosalega svona, þú veist, það var ekkert eitthvað svona handrit fyrir þáttinn sem að fyllt eitthvað út í hörgul, skilu. Nokkri punktar sem voru með og stundum náðu að ræða á alla og stundum ekki og ég held að það sé nú svona, þetta er bara það sem svona maður horfði, þetta er langur tími, sko, þó að okkur fannst við svo sem þetta alltaf vera bara, skilur, nýbyrjaðir þannig og maður fór svona að telja þetta saman og konur með 9 season sko, þetta var náttúrulega ansið mikið og en þá var það alltaf sem hélt þessu bara gangandi, við höfum bara okkar svona stíla á þessu, svona frekar létt en þú veist, þetta gátt umræðna stundum orðið pólitík og stundum bara einmitt einhverja fyndna utanlandsferð eitthvað whatever sko, þú veist, þannig að ég held að það hafi svona verið svona hjartað í þessu svolítið sko. Akkurat. En að því undanskildu, fyrir þá sem ekki þekkja, hver er Árni Helgason? Ég er komin á 50-aldur. Ég kennst ekki fram við það lengur sko. Þú verður fertugur, þá er til eitthvað svona skilgreining á því að þú sért ekki komin strangt ekki á 50-aldurinn, sem er eitthvað algjör bláþráður sko. Svo var ég 41 á svona daginn og nú held ég allar varnir fardar sko. Og ég er náttúrulega búin að vera í lögmennsku bara og er lögmaður sem sagt og er með stofu með vinnum mínum 2 og höfum verið að reka hann einmitt núna, hvað finnst þú nýbyrjaðir en það eru komin líka 13 ár, tíminn flýgur og og já, svo hefur maður svona bara verið samhliða því í ýmsu, verið í hlaðvarpi og pislaskrifum og greinaskrifum og svona hinu og þessu sko, stúsi, uppistandi og skrifaði nú handrit að sjónvastætti einhver tíma sem var gerður og svona aðeins með puttana svona í einhverju svoleiðis alltaf líka, mér finnst skemmtilegt. Akkurat. Ég hafði samband við þig, stuttu eftir að þið tókuð upp loka þátt hismisins. Akkurat. Og svo heyrðistu símleiðis svona það hvernig við ætlum að leggja þetta upp og þú sagðist að það myndi vera að koma af meginlandinu. Það fannst þess að ég var að fá svona smá intro af, svona persónulegt intro auka þetta hismisins, þetta er að tala um meginlandið og ég er það rammaður, ég áttam aldrei á hvað nákvæmlega meginlandið er, hversu langt nær það? Já, góð spurning sko, þetta er nú meira komið frá Grétari sko, hann er mjög þingin á meginlandinu, en ég held svona, við erum að tala um svona alveg gömlu Evrópu sko, þetta fara í huggulega borgarferð til, þú veist, Vínar, Parísar, Þýskalands kannski. Jafnvel svona Ítalíu en það er svona spurning hversu langt suður eftir sko. Já, akkurat. Þetta er suður eða austur. Já, og svo er svona austur svona spurning hvar við draugumörkin þar sko. En Grétar mínum, hún er mjög tíðrætt þetta og hún finnst ekkert betra sko en að fljúga einhverja svona huggulega gamla evrópska borg, fylla sér okkar torg og drekka sko lítinn bjór á fæti. 0,2 litra á fæti, þetta er fyrir honum þetta er lífið sko og við höfum rætt þetta ég fíla þetta mjög vel sko en verandi 3 barna faðir, þú veist, þá hefur leiðindóði leið bara til tenni, þú veist maður hefur alveg ætlað sér að skipuleggja einhverja borgarferð með krökkunum svo einhvern tíma hugsa maður alltaf bara, þú veist
er ég að nenna þessu? Nei, ég ætla ekki að gera börnin mín svona traumatized hvað einhverjum kirkjum og söfnum bara. Þetta er víst gaman. Ein kirkja en krakkar. Þannig að ég hef svolítið svona tekið tennislestina bara svona frekar sko og þar er auðvitað svona aðeins annað stíl á því sko og tennis sé náttúrulega snild en maður er kannski ekki í þessari alveg hámenningu sko að ná játast. Nei, það er náttúrulega bara það er að sníða stakkin eftir vexti sko. Algjörlega sko. Herðu, en við erum að fara að tala stjórnmálamenningu. Já. Og bara einfalda þetta fyrir okkur. Já, nákvæmlega. Eitt svona löflegt topic. Nei, út af því að sko ég hugsaði sko, mér hefur langað að ræða þetta við einhvern og ég hugsaði svona, já, ok, þannig er svona tveir heimar að svolítið kollæta, eða tveir hlutir að samrýmast. Út af því að ég veit að þú talar mikið, þú pælir mikið í stjórnmálum og þið pælir líka mikið í menningu, þannig að mér langar svolítið að sko við tölum mismunandi menningar og hvað áhrif hafa stjórnvöld. Og það ég hef verið að hugsa sko eins og FM 95 blöð. Já. Hversu mikil áhrif það hefur á ungt fólk og hversu mikið sko, ég var að skoða hérna vinsælasta þáttinn hjá þeim sem hefur komið út og hann hefur verið sóttur 360.000 sinnum held ég. Já, sem er svona svipa á Silfur Egils, er ekki það? Já, þetta er skemmtilegt segvei inn í þetta sko, að hvar erum við að, hvar erum við að sækja okkar svona áhrif, eða þú veist, hvaðan sækju okkar svona umræðu og allt það sko. Og ég held að svarið er eflaust sko, þannig sem maður eitthvað að rannsaka þetta í þaula, þá er það örugglega, þú veist, ekki beint það sem maður heldur. Þú veist, það er ekkit endilega þannig að fara allir á og hlusti samviskusamlega á umræðu þættina á RÚV eða Stöð 2 eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er örugglega bara mjög góður punktur, ég meina, þú veist, svona aðilar geta verið bara áhrifamiklir sko, þó þeir séu þetta stranglega ekki að fjalla stjórnmál en úr þessu verður samt, þú veist, þú ert alltaf að segja einhverja skoðun, þú veist, þú ert alltaf að svona reflekta eitthvað á lífið og tilveruna og úr þessu þetta koma áhrifana, þetta er örugglega bara, ég finnst þetta alveg fáralega há tala, ég hef ekki heyrt hana, en þú veist, annar punktur í þessu líka er náttúrulega, þú veist, eins og við erum í hlaðvarpsleiknum sko, hvað þú veist, ég meina það eru rosalega margir að sækja sér sína daglegu umræðu þangað sko og þó að það sé í formi þess að hlusta á fótboltapodcast eða podcast eitthvað, kannski ekkit endilega fréttir. Það er ekkit podcast á Íslandi beint eitthvað umræðuna eða stjórnmál eða fréttir en það er eitthvað annað en svo er komið inn á það. Þú veist, ég held að það sé svona svolítið það sem að flestir gera í dag og ég held að sé örugglega líka, væri mjög fróðlegt að velta fyrir sér hvað margir að fá sinn svona skammt þú veist, frá Dr. Fútból eða þú veist, einhverjum svona aðlum skilur, þú veist, þetta er áhugavert sko. Já, ég held að ég held til dæmis eins og Hjörvar Hafliði er ótrúlega áhugavert entity, bara sem hlaðvarpsstjórnandi, hann er með þetta Dr. Fútból. Já. Og skilur, og eins og þú segir, ég held ég ekkert mikið eins og að tala stjórnmál, en ég held að hann einmitt móti ótrúlega mikið þangagang bara ungra karlmann sérstaklega sem er að fylgjast mikið með fótbolta og því að hliðarskrifin af því er alltaf þú veist, svona einhvers konar stjórnmálalegs eðlis, það sem hann er svona skjótað inn í. Já, akkurat. Og svo náttúrulega kannski að þú tekur það enn lengra er líka kannski sko orðin þessi að því að þú veist, umræðan er svo einhvern veginn svo miklum stríðum straumum þú veist þessa myndir sko og hann alltaf orðin svona pínulítið afstæðan sko, þú veist, út ekki að tjáðu eitthvað, það getur verið afstæða líka, skilur, út ekki að taka vók slægin dag eftir dag, þú veist, það er alveg sumir fannir að lesa, maður sér alveg svona greiningar sko, skilur, ég sé að þú ert ekki að tjáðu þetta Þórarinn, þú veist hvað finnst þér það í lægi? Já, skilur, finnst þér það í lægi að bara vera með þögn skilur, og þú veist, og þetta er svona, þú veist, skilur, þetta býr til þetta svona ákveðin kontrast, sko, það sem að svona, manni finnst einhvern veginn, sko, það að vera svona afstöð, eða skilur þeir sem er að taka mjög mikla afstöð í dag, þetta er rosalega vinna, fljóttorinn bara aktivisti hálfpartinn einhvern veginn, og þess vegna er kannski, þú veist, ásóknin í eitthvað sem er svona, hvað á að segja, meira svona
hún ekki segja léttmeti beint en svona, þú veist, easy listening, að vera að tala um bara ákveðna hluti, að vera að tala um íþróttir eða tónlist eða eitthvað, hún verður held í meiri, skilur og ég held að það sé alveg bara klárlega miklu stærri hópur en maður ætla sér. Eitt sko, ég tek fram, ég ætla nú að gera skýran fyrirvari, ég er ekki að líka þessum tveimur mönnum við manni sem ég ætla að nefna núna, en hann er bara búin að vera í umræðinni, ég fór að hugsa þetta, Alex Jones í Bandaríkjunum, það sem er með Infowars og er svona klikkaðasti Trump samsæris QAnon dútinn sko. Hann er með þetta Infowars og hann er í umræðinni núna, kæruður fyrir ummælum að, sko, ég held ég fram að einhver skotára sinna hann í Sandy Hook hefði bara verið leikarar og foreldrar í stráksins sem að dó þar fór í mál við hann sko. Þau voru náttúrulega líka offsótt í mörg ár sko, í kjölfarið á árásinni út af því að hann var með þessa flælu sko. Já, hrikalegt dæmi. Hann er með ótrúlegt áhorf og hefur held ég á köflum sko farið jafnvel hærra en þú veist bara þessi mainstream media miðlar sko og og þú veist að svona þú veist sem er bara svona ótrúlega áhugavert per se sko, þú veist, að bara einhver svona dúti sem að er, já, eins og hann, við horfum á hann og bara, wow, þvílíkur, þú veist, bara er bara verið að dignifæja þetta rugl sko, en bara, já, þú veist, ég heyrði einhvers stað sko, yfir 10 milljónir kannski er að horfa á þáttinn hjá honum sko. Já, þetta er alveg ótrúlega, ég held að það sé miklu meira með þessa. Já, miklu meira með þessa, en sko, hefur þú séð til dæmis, hann er sko að selja bara eitthvað vatn sem er eitthvað Jesú vatn eða eitthvað, ég man ekki hvað það var. Já. Og hann var náttúrulega að tala um að sko froskar, hvað var það? Ég man ekki hvernig hvaða efni hann var að tala um, að froskarnir væri að vera samkynhneigðir og demókratar væri, þetta er alveg klikkuð stemming. Já. En talandi um þetta, sko, svona rofin tengsl svona meðalmannsins við einmitt svona jaðarkultúr er alveg ótrúlega mikill og til dæmis ef við förum að svona woke stemminguna er sko að það er frekar sérstætt og ég er ekki með þetta neitt skrifa, þetta er bara þegar þú sagðir þetta sko, það var þetta frekar áhugavert saman við eins og Hjörvar Hafliða og FM 95 Blöð meðan við þeirra áhorf þá ættu rauninni stjórnmálamenn kannski aðeins frekar að vera að horfa til, ég er ekki að segja að þeir eru að fara að haga sér eins og þeir En þeir eru miklu meira kannski elta Twitter-liðið heldur en svona Hjörvar Hafliða þannig. Ég held að svona Hjörvar Hafliða stemmingin sé kannski Brynja Níels og svo búið. Þeir eru ekki elta þetta saman magni en samt virðist sko vera miklu meiri eftirspurn eftir þeirri stemmingur. Þessari fótboltastemmingur. Já, þetta er náttúrulega þú veist, það er eitthvað áhugavert sko, ég held að sé alveg rétt hjá þér að svona þú veist, ef maður fer í vókumræðuna og þann svona flokkallana þá þú veist, maður myndi sjá hann kannski, ég myndi svona setja mest tengsl við Twitter og þá umræðu og alveg ljóst svona fjölmiðlar eru náttúrulega mjög nálægt svona þeim stað einhvern veginn líka þú veist, maður sér svona, þú veist, það ratar margt af Twitter inn í fjölmiðlana og inn í umræðuna og tekur yfir hvort sem það er svona eitthvað réttur dagsins í miðlunum skilur á hverju átt að hafa skoðun á svona hittamál dagsins eða svona einhverju stærri straumar sko og þú veist, svo er náttúrulega það síðan einhvern veginn eitthvað sem enginn hefur alveg finnst mér ennþá svarað sko eða náð utanum að hvernig þú tekur þetta sem er að vera woke, sem er að vera, þú veist, svona reiður, stóra skoðanir. Vera á réttri skoðun alltaf. Vera alltaf með réttri skoðuna, jú. En líka svona, hún er svona, þú veist, woke er svona uncompromising. Þú veist, þú getur ekki verið woke en sagt svo, herðu, ég fór og hitti valdið. Það eru nú fleiri hliðar á þessu. Ég náði 2 af 10 atriðum í gegn. Er það ekki fínt? Þú veist, það er náttúrulega ekki woke, skilur. Woke er bara að vera með, svolítið, þú veist, þá afstöðu út ekki að semjum beint neitt skilur þetta er svona og það er það sem að mér finnst svolítið áhugavert við þetta og þú veist maður sér þetta þú veist þessu umræði náttúrulega líka svona ekki bara hérna á Íslandi menna Bretland hefur verið svona nefnt oft sem dæmi þetta og þetta Bandaríkin bara líka þú veist að það hefur reynst og þetta er svona kannski vandamál kannski frekar á vinstri kantinum ég held að svona woke er náttúrulega nær vinstri að einhvern veginn að taka þann straum og svona þú veist, af því að stjórnmálaflokkur það náttúrulega geta verið svona vist presentable. Þú þarft að geta, veist einhvern veginn, þú þarft að geta samið hluti og græja hluti og eitthvað svona. Þú ætlar að vera funksjónal og geta átt einhvern langan, þú veist, verið í ríkisstjórn og verið völd og allt þetta. Og það hefur einhvern veginn, þetta hefur ekki náð alveg að svona smella saman, sko, því að þessi umræða er eins og við erum að nefna hérna, hún er svolítið reið, hún er svolítið svona, þú veist,
hún er svona, það er ekki í DNA-in einhvern veginn að gera neinar málamiðlanir, skilur. Nei, en líka sko, svo, ég skjóti því inn í, sko, líka að vókið, þetta er líka frekar fyndið, sko, að þegar þau ná einhverjum árangri, þá er það samt aldrei raunverulegur árangur og það er líka hluta því að vera með það mindset, sko, að sama hversu mikið þú nærða fram, þú veist, þínum einhverjum árangri, þá samt, sko, þú skalt ekki gleyma því að baráttan er hvergin er í loki og þetta var í rauninni ekkert það frábært, sko. Nei, ég segi það, þetta er svona allt önnur aðferð en svona eins og kannski, ég veit ekki, pólitíkin myndi gera þetta eða corporate heimur myndi gera þetta sem er alltaf að slá sér á brjóst fyrir að ná einhverju smá í gegn, sko, skilur við, að þú veist, það er svona alltaf verið að halda eitthvað rekord, sko, og passa að allir vita því að eitthvað mál leystist eða komst í gegn eða eitthvað. En þetta er alveg rétt, þetta er svona, þú veist, þetta er svona, fólk getur aldrei með hnefann á lofti og og svona svolítið, og þú veist, við vorum að ræða tala um stjórnmála menningu og mér finnst svona eitt líka svo áhugavert, sko, þú veist, ég var lögmaður að var ég að vinna fyrir þingflokk Sjálfstæðisflokksins og þar var ég blaðamaður á Mokkanum, þannig ég svona, ég held að sko að mig alveg fara að segja Blár í gegn. Já, ég er sjálfstæðismaður, ég myndi kannski lýsa mér sem bláum í gegn en ég hef verið þar sko alltaf. En ég ætlaði nú kannski að orða það þannig, ég hef svona verið að fylgjast með orðið í 20 ár, það var nú punkturinn. Og þetta er náttúrulega verið svo ótrúlegar breytingar, ekki síst einmitt að þessu leyti, skilja, þú horfið 20 ár aftur í tímann, sem varst eiginlega ekki með samfélagsmiðlan einu ráði, þeir eru bara ekki komnir yfir höfuð, og varst með eitthvað svona mjög early internet, þú veist, það sem bara menn skrifuðu eitthvað veðurfréttir og pistla kannski og eitthvað. Og og þú varst bara með aðsendar greinar í blöðin og kannski einhver útastætti og eitthvað svona, að þá var náttúrulega miklu algengara og þú veist, það var bara normið þá og þá varstu þú veist, fólk var miklu meira þá í einhverju, þú veist, hvort sem við þorfum í pólitíku, varst í kannski stjórnmálaflokki sem var stór, þú veist, það var markmið flokkan alltaf að vera stór og geta rúmað mjög mikið af skoðunum sem kannski, þú veist, genga ekki upp endilega saman, sko. En það var þessi hugsun alltaf, þú veist, þetta voru svona nokkru stóri flekar og innan eins fleka var, þú veist, kannski eitthvað bara alls konar og bara svona fólk sem ætti ekkit endilega að mikla samleið, sko, en svona, þú veist, það var svona meiri kannski þessi hugsun, sko, eigum við nú ekki að þola það er nú svona einn og einn furðufugl einn og einn sem ég er hjartanlega ósammála, en að því að, þú veist, við erum breiðfylking og við erum stóri flokkur eða samtök eða hvað það er, sko. Og það sem ég held að hafa síðan gerst það, sko, eftir að, þú veist, samfélagsmiðlarnir tóku yfir einhvern veginn svolítið líf okkar og hver maður er einhvern veginn með sinn eigin fjölmiðil og eigin stefnuskrá nánast, sko, að við unum þess, þú veist, við eigum orðið miklu erfiðara með þetta í dag, held ég, skilur við. Já, ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé svo eini sem að, sko, státa sig af því að vera breiðfylking með margar skoðun. Þeir þetta gera eftir svolítið hendir sem þetta oftast þegar Sigríður á Andersen að drulla yfir stjórnvöld bara eitthvað, já, ég meina, við erum hress með alla, sko. Já, þetta rúmast margar skoðanir og allt það, en já, akkurat, þetta er nefnilega, og upp úr þessu fáum við, sko, þess að, þú veist, í staðis að vera með nokkra svona stóra svona flokka sem eru einhvern veginn með alls konar, þá erum við með miklu, sko, þú ert með miklu svona skarpari skil og þú vilt einhvern veginn að þú ert til í að vera í einhverjum samtökum og allt það, eða flokki eða hvernig þú vilt skilgreina þig, hann þarf eiginlega að vera, þú þarfst eiginlega að vera 100% sammála. Það er auðveldar að vera málefnakjósandi í dag í rauninni, svona issue voter, það sem er bara með eitt málefni og þú veist, þú bara, já, þetta kýsi þennan, hann er svo eini sem er með þetta málefni og hann á þetta málefni. Já. En svo að þú veist, þarftu kannski, en það er eitthvað, þá er kannski líka erfiðara fyrir einstaklinga að vera á einhverjum öðrum skoðunum á alls konar málefnum. Ég er svona, það sem myndi teljast örugglega öfgavinstri á sumum málefnum og svo öfgahægri á sumum málefnum og allt þar á milli, en það er kannski erfitt fyrir mig að kjósa. En í sambandi við það sem vorum að ræða áðan, annað sem mér datt í hug, sem er frekar áhugavert líka út af því að vorum að tala um að, skilur þú þurfir einhvern veginn að vera afdráttarlaus og svona uncompromising í þinnum afstöðu, en það er öfugt við stjórnmálamennina, þar sem að, sko, þeir klára kosningar og það algjörlega klúðrast, en þeir tala samt um að það sé mikill árangur sem hafi unnist. Þau eru einmitt, sko, öfugt, það er, sko, saman hversu illa það gengur, þá er það alltaf árangur. Já, menn finna alltaf eitt kjördæmi sem að gekk eitthvað aðeins betur en síðast eða eitthvað, en svona afleiðingin náttúrulega pólitískt af þessu er allavega hér að, ég meina, við erum alltaf búin að fara í gegnum síðustu, þú veist, kosningar, þinga, sveitarstjórnir og eitthvað og það er bara orðin vanin, það eru 12-13 framboð, þú veist, og fylgir náttúrulega dreifist eftir því og þú veist, við erum með miklu fleiri flokka með minna fylgi
og þá reynir á það sem að kannski drifkrafturinn í þessari þróun að fólk uncompromising, þá þarf samt einhvern veginn að miðla málum til að ná saman eitthvað og það það sem svona trikki í dag, svo miklu þægilegra ofta að sitja bara og hafa svona mjög afgerandi skoðun, afgerandi sýn á heiminn og vera ekki að, þú veist, ómaka sig eða óhrenga hendurnar í einhverju svona við fórum hérna í eitthvað samstarf með, þú veist, eða við erum partur af einhverju núna sem að, við þurfum mögulega að verja og eitthvað svona og þetta svona áhugavert hvernig þetta að taka þetta aldrei yfir og hvernig við svona komumst út úr þess að því að, ég meina, gamla dag mann horfir á þetta gagnvart einhverjum eins og ríkisstjórnum, ég meina, það var myndað, það var bara 2 flokka stjórn. Það var alltaf svona þegar ég var að alast upp, sko, það var bara svona vaninn, sko, að maður myndi sjá það í dag eiginlega held ég útilokað, sko. Og þú veist, við erum með 3 núna og ég held að þetta sé að færast yfir í að verða með enn fleiri, sko. Já, algjörlega, sko, og eins og þú segir, sko, þá þetta kannski meira viðloðið við vinstri, þannig þetta kannski erfiðara fyrir þá. Já. Ég meina, þú veist, ef við tökum sem dæmi bara, þú veist, Tomma á þingi, þú veist, 46 kíló og 26 ára stemmingin sem að það sem að var SMS, það bara einhvern veginn, ég meina, tekur einhverja selfie ég skeitt, ég er breyskur maður, svo var allir brjálar á Twitter, en sko flokkur fólksins tapaði ekki einu atkvæði. Nei. Svo erum við með, þú veist, eins og Ágúst Ólaf, ég man ekki nákvæmlega, en það var alltaf runnið af honum og þá var, þurfti hann að fara að segja af sér. Og það eins og, sko, út af því við vorum að tala þessa fótboltamenningu og svona, ég veit ekki af hverju, en mér finnst það að vera blárri menning, mér finnst það að vera meira hægri, svona fótboltastemmingin, heldur en hinn. Og það einhvern veginn eins og þú segir, það sé miklu erfiðara fyrir vinstri flokka að vera flokkar á þingi heldur en nokkuð tímann hægri menn. Framsókn þurfti ekki annan, þú veist, Framsókn sé hægri en þeir eru kannski aðeins meira hægri núna. Nei, en ég held nefnilega, eins og segir, sko, að þú segir blárri menning, þessi svona fótbolta FM blöð, þú veist, kúltúr, ég svona, kannski einhver leiti blárri, ég held að sé meira svona kannski, ég held nefnilega, sko, flokkurinn sem að græða dálítið á þessu flokkurinn svo Framsókn, eins og maður að sjá núna í síðustu kosningum, flokkur sem ekki endilega í skotlínunni, sem ekki, að því að sko sjálfstæðisflokkurinn einhvern veginn, hann er svona, finnst mér einhvern veginn stendur á gígnum einhvern veginn og það er verið að tóa hann í úr öllum áttum, sko. Hann er svona að reyna að vera í ríkisstjórn, hann er að reyna að vera með einhverja hugmyndafræði sem svona, hefur nú gengið svona og hann er svona að reyna einhvern veginn að halda þessu saman. En hann líka finnur svolítið til sína, sko, þurfa að svara fyrir margt af því sem verið að saka, þú veist, valdið og þjóðfélagið og eitthvað svona sko. Þú veist, ég stend með þessu sjálfur, ég einhvern veginn stundum bara að lesa einhverja umræðu og ég bara, þetta nú, þú veist, maður byrjaður einhvern veginn, ég veit ekki hvað það mér finnst svo strókaði nú alltaf út, sko, en þú fatt eitthvað við, Sjálfstæðisflokkurinn lendir svolítið í því að vera svona, einhverju svona sérkennlegri vörn svolítið með þetta. Þú veist, og þú veist, og færu þetta svolítið að höggum á móti, sko. Það mjög cool að hata Sjálfstæðisflokkinn, sko. Já, það náttúrulega mjög cool og mikið DNA svona í ákveðnum krefsum skilur að bara þvola hann ekki og og allt það. En mér finnst svona Framsókn einhvern veginn siglir þetta einhvern veginn lignan sjó og nýtur þess mjög mikið, sko. Af því að ég held að fyrir margir dag, þú veist, þessi svakalega svona menningar umræða og pólitík og allt þetta, þú veist, þetta líka orðið fyrir marga bara og ég held að það sé svolítið svona ásóknin í, eins og þú tala gott að hlusta á podcast fótbolta eða bara auðvitað blöð að spjalla eitthvað. Þú veist, þetta er líka bara svona aðeins að bara geta snúsað og mjútað, þú veist, þessa svakalegu svona svo áköfis umræða, sko. Hún tekur svo mikið af þér og það er svo, eins og vorum maður kannski að ræða, það ógeðslega erfitt að vera einhver fullkomin þegn í þeim. Það er náttúrulega ekki bara hægt. Í þeim heimi, sko. Kröfurnar eru háar, sko. Ég er svona nokkuð yfirlýstur anti-woke-isti, sko. Ég er ekkert einhver Alex Jones, en ég held aftur á móti að ég myndi örugglega samsama mest með svona á línu við Jakob Jarnar, það sem að meira svona að okkur mislíkar þessi, sko, ofstækishyggja og svona óumburðarlyndi gagnvart mismunandi sjónarmiðum og mér finnst svona þessi woke umræði mitt bera þess merki að sko þau, sko, ef að vinstri flokkar hrist þetta ekki af sér að þá bara missa þær allt sitt fylgi. Ég held að
það sé frekar augljóst til dæmis í síðustu kosningum að þetta var svolítið gegn þessum woke-liði sem að svolítið mikið bara, þú veist, allt sem að Ísland snýst gerist í 101 og landsbyggðin eru svona hálfvitlausir, hálfrasískir sko dúttar og þá menna fólki mislíkar þetta og ég meina þegar þú talar við manneskjur woke alveg sama hvar þeir eru í samfélaginu þá fær maður ofta svona kvísli sko, ég alveg sammála þér sko en ég bara aldrei að fara að segja það opinberlega sko. Já, ég veit það er svona ég að segja sko, þetta því að þú veist það svo stutt einhvern veginn á milli sko fjölmiðla og þessar umræðu bæði kannski einhver leiti svona skoðana bara tengst svolítið, en einhver leiti líka því að þetta náttúrulega fittar svo svaklega vel inn í svona fjölmiðla mótil eins og það er í dag þú veist, þetta eru stórirtar yfirlýsingar og það þarf að bregðast við þeim og þetta er oft svona þú veist, þetta er svona réttlætismál og svona og eins og þú varst að nefna á hann að þú skuldar, ég held ég hafi einhvern tíma að skrifa grein sem heitir sko, þú skuldar mér afstöðu það sem það er verið að krefjast þess að fólk sko sé með sko búið að setja sig inn í mál búið að kynna sig máli, bara hvað finnst þér Vítalí og Arna Grant-máli bara eins og þú eigir að vera að setja eins og þú sért ekki í vinnu sko, þú sért ekki að horfa Netflix á kvöldi með konunni og svæfa börnin hérna í lok þess það er bara, þú verður að kynna skoðun og hún þarf eiginlega að vera dálítið góð sko. Það er ekki verið að biðja hana eitthvað bara, komdu bara með eitthvað þú þarf að koma með þetta góða skoðun mér var svo geggjað sko, svona mesta svona málið sem er hérna þessi Will Smith löðrungaði Chris Rock hérna á Óskarsverðlaunaháttíðinni sem hefði held ég einhvern tímann alveg vakið athygli en kannski verið bara svona lítil grein í mokkanum eða eitthvað, ég veit ekki svo en þú veist, það bara fór vika í að ræða þetta mál og maður þetta bara gjör svo vel að vera mýmislegt á hreinu, þú veist, bara hvað var hún, hérna, konans Jada, sjúkdómur, hvernig sjúkdómur hvað áhrifur hann á hana og þú veist, var þetta í lagi hjá Chris að vera með brandara, þú veist er húmor bara í lagi alltaf, þú veist, maður bara svona hlutin af dót, eða skilur listin af dóti sem þetta hafa verið með einhver afstöðu til var svo langur, sko og samt var þetta bara eitthvað svona algjör svona mál sem að snerti mann ekki neitt, sko og hérna, svona eru, þú veist dagarnir og aftur þessna, sko þessna held ég að, þú veist, þetta fittar auðvitað vel inn í og þú veist, í því fyrst ekki endilega eitthvað gagnrýni á fjölmiðla, þú veist, fjölmiðlar þurfa að fylla upp í pláss og ná í hlustun eða áhorf eða lestur, skilur og þú bara staðreyndin svo að allt með feldu og allir nokkuð sáttir bara fær ekkert mikið lestur, skilur þú veist, þú vilt náttúrulega vera með svolítið, hérna, þú vilt vera að fá svolítið tilfinningar og hérna, en þetta gefur kannski þessari umræðu hlutfallslega miklu meira vægi heldur hún raunverulega hefur, ég held að þetta sé alveg punktur hjá þér, ég held að bæði mitt, þú veist, með að segja landsbyggðin og höfuborgin þetta sé eitthvað svona, en þú veist, ég held að bara mjög víða sé fólk sem er bara svona, þetta er dálítið svona, dálítið lýjandi að fylgjast með þessu öllu og eitthvað svona, þú veist, eru ekki bara allt í nokkuð góðum málum svona þannig, þú veist, og hérna, og þetta er svona fylgi sem maður hefur svolítið ef maður ætlar að fara að rýna í þetta pólitískt skilur hérna heima, ég held að þetta hafi svolítið runnið til Framsóknarflokksins sko. Þeir séu svolítið að fá þetta, ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekkert endilega, hann ætlar búin að vera fastur á sínum stað svolítið núna í 10 ár sko, en hérna ég held að Framsókn, þú veist, það er að segja svona valkostur sem að svona einhvern veginn líkar illa við skilur og svona er ekki bara best og er ekki bara best og þeir auðvitað svona leikur sér skemmtilega með þetta skilur þú veist, svona flokkur sem er ekki andlitin á þeir sko. Þeir náttúrulega gerðu þetta ótrúlega snirtilega, ég man sko, þú veist, eins og þegar ég tók viðtal við Sigurð Inga fyrir síðustu kosningar og svo Einar Þorsteins og þetta var svolítið, þú veist, það var sama, þeir voru greinilega búin að æfa þetta saman, þú veist, hvað þeir ætla að gera og þetta var náttúrulega mismunandi tíma, en það sem var mjög áhugavert sko, var eins og sko Sigurður Ingi og þetta var kannski miklu stærra heldur en maður átti að sjá, þeir voru að segja þetta, er að hérna, hann ég man ekki hvernig það var, mér minnir þetta hafa verið sko kappræður fyrir síðustu alþingiskosningar þar sem Bjarni var að rífast við Þórhildi Sunnu og ég man ekki, ég ætla að það hafi ekki verið logi allavega, skiptir ekki máli, þau voru eitthvað að rífast hana og svo Sigurður Ingi spurði bara hvað finnst ég nú þetta og hann segir bara hérna, við erum með stefnuskrá og við viljum koma að leiða þetta til lykta, við viljum gera betur hérna við erum ekki hérna til að rífast. Einar Þorsteinsson kom til mín svo og sagði bara ég
ég get farið unnið til vinstri og til hægri en ég vil bara vinna málefnunum það sem hann náttúrulega að segja bara ég vil verða borgarstjóri en þetta ótrúlega góð punktur sko. Já, þeir svona og einhvern veginn svona þú veist hafa gert þetta vel og svo þessar kosningar þingkosningarnir í haust og náttúrulega líka svolítið áhugaverða með þetta það náttúrulega kom fram sko mjög vók framboð bara sem sósíalistaflokkurinn skilurðu og mjög svolítið reitt framboð bara, hefur ekki bara að segja það beint út skilur og mér fannst svo áhugavert sko af því að þeir auðvitað tóku dálítið yfir þú veist, tóku dálítið yfir vinstrivænginn fannst mér í þeim kosningum sko og flokkar eins og Samfylkingin til dæmis lenti í því sko að þetta verður svo flókin skák hjá þeim sko, þeir þurfa einhvern veginn að tala við sósíalistaflokkinn og svona vera einhverju línu við hann og það má ég alls ekki vinna með sjálfstæðisflokknum og einhvern veginn, þú veist, þeir endaðu svolítið á milli og mér svona að því að sósíalistaflokkur kannski það sem að gerðist held ég var að hann fór bara einhvern smá ofris sko það voru gerðar allt í unarlega svona svakalega langar stefnuskrár allar hluti og svona báru með sér að menn hefur svona pínlítið bara mist sig sko átti ef dómarar myndi ekki dæma rétt þá eru dómar ruddir og eitthvað sem hann alltaf var sko klúður sem að var ekkert að stefnusgráður þetta var það sem að Katrín Baldurs kom í viðtal til Stundarinnar þar sem hún ásakaði blaðamann Stundarinnar stundin er alltaf freka vók þannig að þetta var freka steikt hjá henni að sko að hún skildi ekki lýðræði bara skilur ekki lýðræði og maður var alveg bara wow þetta var hann á stundinni og þá einmitt sko var sem sagt hann Gunnar Smári spurður út í þetta og þá var hann alltaf komið til að flatt upp á hann en hann alltaf þurfti að verja þetta Já, því þú getur aldrei stigið niður þú getur ekki sagt við finnum nú laust á því þú getur ekki farið að leika einhvern málamiðlar allt í einu þannig að þú veist, þetta er svona soldið, þú veist, þú trompar alltaf meira og meira og mér fannst alltaf að finna að Samfylkingin var alltaf svona að reyna að svona, þú veist, elta sósíalistaflokkinn svolítið og hversu svona stundum ýkt þetta varð en mátti alls ekki hugsa til þess einhvern veginn að geti unnið með sjálfstæðisflokknum sem er svona einhver mantra hjá þeim sko. Og spiluðu sér held ég líka út í horn með því sko í öllum mögulegum viðræðum eitthvað svona en auðvitað svo sem hélt bara ríkisstjórnin en þú veist, þetta er svolítið svona trikki út allt hérna fann að vera að reyna svona gangi í augun á fólki sem er með þú veist, held ég svona eins og þið segið þú ferð ofan í pakkan hjá sjálfstæðisflokknum þá er þú veist, það er margt þarna, ef ekki bara segja það, skilur margt sem er alveg bara á eitthvað erindi, þú veist, bara átt að verkalýsfólks og svona hluti sem að menna að vera að setja á dagskrá, en það er margt þarna sem er líka bara mjög sturlað, sko, og bara þetta, þú veist, þú ætlar bara ekki nóg með þú ætlar að fara að hafa eitthvað fikta í dómstólaskiparinn, þú ætlar bara, þú veist, bara menn fá bara passan, sko, eða dæmi ekki rétt og eitthvað svona, þetta er náttúrulega bara og þú veist, þetta er svo erfitt eitthvað, hvað með samfélkingunum þetta? Já, eitthvað svona veit það ekki, sko Ég veit ekki að verða búið og þú veist, og þetta er svona, finnst mér vandinn við þetta moment svolítið í hnótskuð, sko, þú getur verið mjög mælskur, þú getur verið mjög aðsópsmikill og þú getur unnið umræðu þætti og getur unnið svona umræðu dagsins, en þegar þetta fer yfir á aðeins lengra tímabil aðeins stærra hópi og allt þetta, það verður þetta svo erfitt og þetta er einhvern veginn myndi ég segja svona það sem að vinstri vængurinn þarf að klóra sitt alltaf í kollinum yfir sko í dag. Já, þetta er allavega sérstakt sko, ég meina ég held til dæmis sko, ég er búin að tala mjög mikið um það að Kristrún Frosta sem ég er mjög mikill aðdáðandi ekki það endilega út af því við erum samanlega í pólitík bara því að eins og ég hef sagt svona 100 sinnum að sjálfstæðismenn get ekki leyft sér að mæta þunnir í silfrið þegar þeir eru að fara hagstjórn en ég held að hún gæti verið einhvers konar slagkraftur fram á við fyrir vinstri vænginn ef að hún heldur rétt á spilunum og þá erum við að fara að sjá einhver svona raunverulegt verkalýðsafl og því að sko eitt sem að sósíalistaflokkurinn gerði sem er mjög ánægjulegt er að þeir komu inn aftur með raunverulega kröfur launafólks ég vil meina það að allir með þessu Samfylkingi var löngu búin að gleyma lægst launaða fólkinu þeim var orðið drullu sama, þau voru að passa upp á það að stúdentar hefðu myndu fá laun og eitthvað fleira þess að þetta var orðið svona voðalega, það var orðið 101-legt fyrst við erum nú hérna í 101 þetta var orðið rosalega svona millistjætt vesturbæjar sem vilja svona láta
tala fallega til sín. Já, Samfylkingin og mér finnst hún svolítið reynd að vera þar bara en þá einhvern veginn sko. Þetta svona hennar vandi, þú veist, þetta voða mikið fólk í hugulum sérhæðum hérna sko. Nálægt Vesturbæjarleiðinni og en þarf að tala máli sko, þetta ákveðna hópa og tengingin er fljót að fara og Samfylkingin náttúrulega líka svolítið svona held ég bara yfir lengra tímabil þetta fór í að verða bara held ég svolítið mikil svona háskólaflokkur eins og segir og svolítið bara líka svona mikið þú veist svona bara svolítið svona orðræða þaðan einhvern veginn mikið í þessum Evrópumálum og ég heldur hafi eins og segir þeir eru svolítið í þeir að mæta á þú veist réttingaverstaðið á Hólmavík ekkert einfalt fyrir Samfylkinguna skilurðu þú veist þeim það er ekkert klappað fyrir þeim þegar þeir mæta þar sko skilurðu og ég held við viti ekkert endilega hvað þau að segja við fólki sem þar sko. Nei. Skilur, fattar ekki við, þetta svona algjörlega. Og meðan ef við tökum aftur ef við erum að svona máta þetta við ólíka flokka sko held ég að þú veist eins og Framsóknarflokkurinn eigin bara takið það samtal með miklum bara vör sko. Sigur Ingi mæti bara með þú veist með buffið og hringinn á þumlinum og fer að skipta dekk með þeim og bara eins og ekkert sér sjálfsagðara skilur og þetta er svona þú þarft einhvern veginn að geta þetta átt samtal við þú veist alla skilur það er ertu verið í pólitík að þú bara með bara með einn hóp eitt hverfi eða já, nákvæmlega má ígjörun ég langar að tala um kynlíkt mál því við erum búin að vera að tala um svona eins og segja svona jaðarmenningu sem ekkert meiri jaðar heldur en eitthvað svona kannski stjórnmála og viðskiptalíf þetta er risa hluti af íslenskri pólitík en ég fór að hugsa á þetta því sko Grétar kendi mér almannatengsl í mastersnámi já, góðan daginn og þess vegna fekk ég þig til að ræða en við erum aðeins að fara að ræða sko út af því að Brynjar Níelsson vinur minn hann hefur farið mikinn á Facebook í mjög áhugaverði stöðu út af hann aðstofum með dómsmálaráðherra og hann varaþingmaður og hann einhvern veginn sko ber fyrir sér náttúrulega tjáningafrelsi sem að ég náttúrulega mjög hlindur en hann sko frekar áhugaverði stöðu með það að gera að hann sko að tjá skoðanir sínar og hann hefur í rauninni meiri áhrif heldur en eins og einhver svona kannski leiðari í stundinni og út af því að það eru allir fjölmiðlar sem fjalla það sem hann hefur að segja og þetta mótar alltaf alls konar umræður, hann alltaf mættur í einhver viðtöl Brynjar Níels nýja hugmyndin okkar af almannatengli Já, það er áhugavert sko ég veit ekki hversu góður almannatengill Brynjar Níelsson væri sko því að almannatengill að vinna fyrir einhvern en Brynjar náttúrulega bestur þegar hann að vinna bara svolítið sjálfur og það sem svona skemmtilegt þess að písla er að maður sér þetta er einlægt í einhverjum skilningi skilur þetta er augljóslega bara hann að skrifa og vera sniðugur og með stæla og smá roka og oft góða punkta og oft fer hann aðeins fram úr sér og eins og bara gengur skilur en af því að við sko talandi aðeins Brynjar þá og kannski setja það líka í samhengi við höfum svo sem ekki rætt þetta gagnvart sko sem svona hægri væng þessa svona miklu polariseringu sem að verða það er náttúrulega líka alveg áhugavert þar og Ísland hefur kannski í einhverjum skilningi sloppið mörguleiti bara mjög vel við það með hvað er að gerast við annars staðar sem að þetta verður náttúrulega með því svona sorgleira sem er í pólitík svona einhverju svona hægri öfgaflokkar sem eru þú veist útlendinga, andúð og alls konar svona einhver mjög sérkennileg umræða sko og og svona mikill populismi en við höfum einhvern veginn svona þú veist, miðflokkurinn hefur varð til með svona, þú veist, hann hefur verið svona ákveð ólíkinda tól en mér finnst samt maður verða að segja miðflokkundi hrós að oftar en ekki hefur hann valið svona skynsamari eða skulum segja, hann hefur ekki hoppað á vagna sem að maður hefði stundum haldið að myndi hoppa á ég hef alveg getað séð miðflokkin fyrir mér eða skilur svona einhvern flokk eins og miðflokkin taka svona ákveðnar afstöðu sem þeir hafa sleppt sko, segjum í útlendingamálum í COVID, í svona ýmsu skilur. En þeir eru alltaf á jaðra eins og bara núna nýlega var Sigmundur Davíð að fara að tala um einhverju svona rasistarráðstefnu og þurfti svo að draga í land eftir að stundin byrjaði að fjalla um þetta. Já. Þannig að skilur, hann er alltaf svona hann er kannski aðeins að signala svona, þú veist, við erum alveg þarna skilur Já. En ég kannski ekki að fara að segja opinberlega. Já.
og en akkurat þú veist, ég hljóma sér eitthvað rósa miðflóknum, mér finnst margt sem þeir hafa sagt mjög sérstakt og skrítið sko, en ég að segja ef við hugsum þetta kannski aðeins stærra samhengi bara þennan væng eins og hann mjög víða, skilur, þá erum við svona við erum oft með á svona hægri borgaraflokk eins og Sjálfstæðisflokkurinn svona kannski, þú veist, einu sinni átti Sjálfstæðisflokkurinn allan þennan væng, en hann var svona 40% flokkur og og meðan voru bara sjálfstæðismenn og það var ekkert að því spurt og þú bara, þú veist, þau eru eitthvað við það aðtók, getur mætt á landsfund kallinn minn, eitthvað svona, skilur við, og farið bara yfir það, og eru bara að klára þar en þú veist, eins og við erum að ræða, menn þetta alltaf brjótast niður í minni einingar og þú veist, þolið fyrir því að vera í flokki með einhverjum sem þið finnst kannski bara alveg ómögulegur náttúrulega ekki til staðar lengur. Sjálfstæðisflokkurinn að verða svona kannski nær miðjunni og eins og hefur þetta þróast, búin að vera núna í ríkisstjórn samfleytt ef að þetta kjörtímabil klárast, þá er þessi þriðja kjörtímabil 12 ár og náttúrulega orðin svona mjög, þú veist, eins og bara gerist þú út lengi í stjórnkerfinu, þú orðin þá til þannig flokkur, skilur þau, út mikið að tala máli ráðuneytanna og þau verða auðvitað sterk í þessu og þá opnast auðvitað oft svona rými fyrir eitthvað annað sko. Og það áhugavert sko, og bæði geta verið flokkar og fígúrur og ég veit ekki alveg svona því vorum að punkturinn kom út frá Brynjari sko, hvort að hann allir sé svona, mér hefur pínlítið verið að velta því stundu fyrir mér, allar hann að verða svolítið svona, sá sem tekur boltan verður svona svolítið svona kjaftfor hægri maður sko, sem hefur kannski ekkert verið til sko, Logi Einar sagði við mig að Brynjar væri svona eins og góður smalahundur sem að sko væri að geltandi en kæmi alltaf heim að lokum og ég spurði Brynjar út í það, ég sagði hann hvað Logi hafði sagt og hann sagði að það væri ekkert algjörlega út úr kortinu galið. Já. En út af því að skilur ég held alveg að hann sé sko frekar lojal, ég held að hann myndi ekki nenna að vera þessi sko einhver svona frægur fyrir það að vera eitthvað svona afdráttarlaus og þess að það. Ég held að hann vilji miklu frekar einmitt vera svolítið á afturfætinum og vera einmitt að svona bregðast við, nei, ég meina, þetta nú ekki algjörst rugli í þessu Twitterlið? Hann skynsamar en hann þykist vera sko stundum. Já, nákvæmlega. og allt það. En þú veist, ég er bara að segja sko, ég held að því að þú veist, við fáum umræðina frá vinstri vagnum mjög svona harðskeytta, stór yrta og oft orðljóta og svona, og það ég bara segja, þú veist, það býr oft til rými eða þörf eða hvernig við orðum það, skilur, fyrir kannski einhverja svona fígúru hinum megin, þú veist, og ég ætla aftur nú, setja þann fyrirvar, ég er ekki að líka neinum hérna við neinn, en bara í Bandaríkin aftur, þú veist, ég meina Trump og uppgangur hans náttúrulega verður svolítið til upp úr þessu, svona eins og þessir hlustendur Alex Jones og eitthvað svona upplifið þetta, svona sterkur, þú veist, töffara maður sem þú veist, rífur kjaft og þú veist, menn skáka honum aldrei skilur einhverjum umræðum. Þú veist, þetta er einhvern veginn svolítið svona það sem að gerir Trump að fosseta þann úti. Svona bara svolítið svona stælar, skilur við. Það er bara svona, menn bara þreyttir á því að eitthvað svona repúblikanar og hægrimenn mætti umræðu þetta, það var alltaf einhvern veginn sturtað yfir það og þeir voru alveg ómögulegir og svo kemur eitthvað svona gaur og hann bara svona tuskaliði til og hann, sko, það sem að ég hef sagt hér áður er sko að þetta var maður sem að vildi ekki segja sorry fyrir það sem hann væri. Akkurat. Og það er svolítið það sem að ég meina held að Brynjar Níelsson er að sína svolítið, við viljum ekki vera líka honum við Trump eða neitt þannig, en hann náttúrulega er það alls ekki, en hann er, þú veist, ég er sammála Brynjari eiginlega alltaf, sérstaklega þegar kemur bara að málfrelsi og einhver svona ofstækispælingum og ég veit alveg að það er cool að þykja Brynjar Níels ekki cool en ég bara nenni ekki alltaf sér það á strauma og ég held að það sé miklu meiri eftirspurn og ég meina sér það, þú veist, Þorgerður Katrín kemur með einhver status og fær kannski einhver 20 like einhver sjávarútvegskerfi og hvernig á umbreyta því og Brynjar Níels skrifar það hvað er að gerast heima hjá honum, allt í bara 794 sem bara elska það sem hann er að segja og einhverja stuðningsyfirlýsingar. Já, gamli díseljálkurinn rökk í gang, eitthvað svona, tala sér kynferðislega eitthvað, það bara fólki finnst þetta alveg bara hrikalega fyndið sko. Og ég meina, þetta er það líka og ég held einmitt og þetta snertir ótrúlega mikið því sem við vorum að ræða áðan í sambandi við sko hvaðan fólk er að koma, ég meina, ég held að snúsa, Brynjar er
snúsið svolítið hjá þeim sem vilja vera að skipta sér á stjórnmálum allan daginn. Þeir sem að hlusta ekki á FM 95 blöð, hann er snúsið. Já, fólk hefur svona, það er alveg einhver svona þörfi mitt, eins og ég segi, ég held að þú veist, fólki finnist, það er svo gott að tengja sig við eitthvað, eiga svona sinn champion svolítið, skilur það er svona þörf sem er svo víða, sko, en þú veist hvert Brynjar er nákvæmlega að fara með þetta, ég þekkja nú ekkert mikið, svona þekkjandi hann, þá er nú ég vil eitt, plönin hans er ekkert mjög mótuð, skilur hann er ekkert mjög svona, skilur hann slær mann ekki sem einhver rosalega metnaðargjarn í því að klifra upp eitthvað stiga, sko. Ná, bara nautnaðseggur. Já, bara hefur rosa gott að lifa góðu lífi. Hefur gaman að lífinu og leifir sér og þú veist, og allt það skilur maður svona, og það er kannski líka frelsi í því, þú veist. Ég heyrði það nú einmitt, ég hlustaði á hann einhverju viðtalenda, hann eiginlega var að tala um þetta sjálfur, sko, að ef hann væri kannski 20 árum yngri, einhvern veginn að, þú veist, að svona henda sér út í lífið, sko. Og með ung börn og eitthvað, þú veist, hann sagði, ég er ekkert vissum ég myndi vera að láta svona eins og ég er að láta, sko. Og þú veist, kannski þú veist, út komin svona, það er náttúrulega, svo sem fórum oft yfir í hisminu, að verða svona 60 kall er náttúrulega mjög frelsandi, held ég, sko. Já. Þú veist, ég menn verið algjörlega saman með allt, sko. Já. En ég meina, já, en það var líka bara. Þú finnst þú alltaf að tala við fólk sem er yngra og vittlausara en þú. Ég held að það er svona það sem gerist þegar þú er 60. Já, og líka þurfið, þú veist, kannski að þú segir eitthvað vitlaust eða eitthvað, þá þarf það kannski endilega að hafa áhyggjur af því, sko. Nei, akkurat. Það er kannski punkturinn líka, sko, að þú ferð að verða smá svona gamli frendi, sko, í fermingavislunni. Já. Mátt alveg ekki. Það er bara til lagi. Já, það er enginn í kastið, þú sett ekki alveg með kórrétta skoðun, sko. Meðan að manni finnst maður sjálfur í dag, maður er alveg svona, maður er alltaf að skrifa eitthvað, það er bara eins gott að það komi rétt út, eða fattar eitthvað við, það er allra að vanda sig svo mikið, sko. Já, það er nefnilega, sko, en ég menn, mér finnst það er líka bara svolítið eðilega fyrir það þegar við erum með mitt að móta þannig samræður, svona samfélagslega samræður, þar sem að bara fólk einhvern veginn er alltaf, sko, á bremsunni yfir því að lýsa yfir einhver afstöðu. Já. Út til þess að, sko, þóknast einhverju fólki sem að, sko, fyrir 10 árum þið verið alveg samum. Já, ég veit að þetta er ógeðslega fyndin, sko, það hafa allir einhvern veginn óbúslega, er allir stressaðir að lenda réttum megin í sögunni, það er allir stressaðir að, þú veist, maður finnur þetta bara sjálfum sig, sko, ef maður er að fara inn í einhverja svona samfélagslega umræðu eitthvað, sko, maður hefur pínlítið áhyggjur að maður sé að fara að segja eitthvað algjörða vitleysu. Eða skilur, ég svona, taka til svona, fattar eitthvað við, það er heldur býr svona kvíði í mörgum á okkar aldri, sko, að maður sé að fara að segja eitthvað sem er bara svona eins og maður sé að segja bara síðan þá, þú veist, vinsturumferð á Íslandi eða eitthvað. Það er allir bara, nei, þú veist að því var breytt þarna fyrir 50 árum, sko, bara, og þú veist að fara að segja eitthvað þannig eitthvað viðkvæmt málefni, skilur. Ég held að það sé svona kvíðin sem margir hafa, og þetta býr til svona bremsu í fólki, skilur. Þú vilt ekki láta neitt gossa lengur. Nei. Þú vilt einhvern veginn að svona passa þig og náttúrulega bara mjög þægilegt að segja ekki neitt, sko, en ef þú segir eitthvað svona mjög vandað, sko. En hverjir eru þeir sem að segja ekki neitt að kjósa? Það held ég að sé áhugaverðast í þessu, því að stjórnmálamenn núna í dag eru ekki ganga á milli húsa og spjalla við fólk eða dreifa bæklingum. Þeir eru miklu meira að taka púlsinn á til dæmis á Twitter og Facebook og sjá svona, hvar þurfum við að vinna? En hvað kýs sá sem ekkert segir? Já, það er ekki spurning, við vissum nú svarið við því, sko. Já, sko rannsóknarspurningin á þessu podcast átti að vera hvað kýs Peltor gröfukallinn? Hvað telur að hann kjósi? Hvað kýs Peltor gröfukallinn, sko? Ég, já, við erum nú svona, svo við kannski lýsum því aðeins, við erum að ræða svona mann sem er kannski vinnur með höndunum, jafnvel smá hundur í honum, svona. Já. Að bandir. Hann tekur síðan Túborg grön. Já. Ekki í vók. Já, jafnvel Víking sterkar. Sterkur hana. Já, sterkur. Það er alltaf svona geggjað visual þegar maður fer í ríki og sér svona menn koma, sko, með svona 3 Víking sterka. Já. Þetta er langan vinnundag. Það er enda rétt. Ég tek dálítið ofan fyrir þeim, sko. Bara, ætla pabbi hans að slaka á í kvöld, sko. Já, það er líka eitthvað heiðalegt að kaupa ekki kippu. Nei, ekki kippu. Hann veit hvað hann þarf. Já, hann veit með þess að nákvæmlega hvernig hann er dottið yfir sjónvarpinu. En mér finnst þetta góð, ég held að þessi hópur sem er eins og bara mjög margir í dag, týndur, þú veist. Hann geti að halla sér eitthvað tíman á Miðflokknum, hann geti að halla sér að Sjálfstæðisflokknum, en hann geti að halla sér að Framsókn líka. Og ég held að hann geti alveg jafnvel að halla sér að einhverjum svona pocket flokki eins og Pírötum.
Já, skilur þó En- en að finnst þó að hann kem ekki sko vók megin inn í það sko nei, en svona, þú veist, finnst skilur það einhvern veginn í okkur að við erum, ég veit ekki hvað skal segja, við erum svona, já, það er annað líka í þessu, svona þessi pyrringur okkar út í einhvern veginn kerfið okkar, hann er við það. Það er voðalega svona, og svona þessi tilfinning að það sé eitthvað ekki í lagi hérna, við séum ekki að gera hlutina rétt, það sé eitthvað svona, séum eitthvað svona hálfgett auðla ríki sko, sem er svo fyndin líka hugsuna því að þú veist með að svona nánast eiginlega allar mælingar, það er allar fréttlingur í Ísland sé ofalega í, þú veist, er að mæla einhver lífsgæði eða umhverfisgæði eða jafnrétti eða eitthvað skilur. það er allt ömurlegt. Já, því að þú veist, við höfum bara verið þar frekar lengi, við erum eiginlega yfirleittar og ég veit ekki, það er svona eins og þú veist, það er svona eins og fólk skammist sín pínlítið fyrir að tala um það sko. Já, svona eins og sért eitthvað svona ógeðslega sáttur auli sem bara skilur ekki neitt sko. Þú veist alveg heila þegin bara stjórnvöldum en